Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 11. maí fyrsti sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins köllun í kærleika. Í leksíunni spyr Míka, hvað getum við boðið Guði? Í pistlinum við hvött til að treysta Guði fremur en fallvöltum auði og í Guðspjallinu segir Jesús dæmisögu auðmann. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Lúkasi 12. kafla. Einn úr mannfjöldanum sagði við Jesú, Meistari, seg þú bróður mínum að skipta með mér arfinum. Hann svarar, maður, hver hefur sett mig, dómara eða skiptaráðanda hjá ykkur? Og hann sagði við þá, gætið ykkar og varist alla ágirnd. Enginn þiggur líf af eigum sínum þó auðugur sé. Þá sagði Jesús þeim dæmisögu þessa. Maður nokkur ríkur átti land hafði borið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér, hvað á ég að gera? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, þetta geri ég. Ég ríf hlöður mínar og reisi aðrar stærri og þangað safna ég öllu korni mínu og auðæfum. Og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára, hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. En Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflað. Svo fer þeim sem safnar sér fé en ekki ríkur í augum Guðs. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þemað köllun í kærleika. Öll erum við kölluð til Guðs ríkis og kærleikur Guðs slíkur að eina inntökuskilyrðið trúin á Soninn. Eins og segir í Jóhannesar Guðspjalli, sá sem trúir á Soninn hefur eilíft líf. Við fáum engan gátlista til að fylla út né þurfum við að afhenda sakaskrá. Í 1. Jóhannesarbréfi stendur, þetta kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð heldur að hann elskaði okkur og sendi Soninn til þess að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Enginn nema kærleiksríkur Guð myndi bjóða slíkan samning, svo að þema dagsins köllun í kærleika sannmæli. Í Guðspjallinu Jesús ávarpaður meistari. Seg þú bróður mínum að skipta með mér arfinum. Og Jesús svarar, gæti ykkar. Líklega voru báðir bræðurnir viðstaddir og vildu heyra álit Jesú. Varist alla ágirnd, sagði hann. Enginn þiggur líf af eigum sínum þó auðugur sé. Jesús að tala eilíft líf, en bróðurinn hefur áhyggjur af þessu lífi. Hann vill fá hluta af arfinum. Orð Jesú, gæti ykkar, varnaðarorð til þeirra beggja. Bæði þess sem vill hluta af arfinum og hins sem vill ekki skipta honum með bróður sínum. Og Jesús segir dæmisögu auðugan mann. Land hans gaf svo ríkulega af sér að hlöðurnar urðu of litlar. Ekki sagt að maðurinn hafi átt syni sem myndu erfa hann og sagan hvorki það að maðurinn hafi verið of ríkur né að hann hafi átt að gefa fátækum af auði sínum. Nei, sagan hans eigin sáluhjálp og ábending til okkar. Sagan kennir okkur að ef það eina sem við hugsum í lífinu sé að geta komið auðnum fyrir á góðum stað svo að sálin geti haft hann náðugt, þá höfum við sett auðinn framar öllu öðru, framar Guði og glatað sálinni.
Guð hefur ekkert á móti auði. Hann vill að við höfum það gott og það fari vel okkur, að við séum áhyggjulaus og lifum við öryggi. En hann vill vera í fyrsta sæti hjá okkur. Vill að við setjum hann framar öllu veraldlegu. Gerum við það? Nei, væntanlega ekki af sama hátt og Guð vill. Þó að við reynum eins og við getum, þá býst ég við að lífsbaráttan sé í fyrsta sæti. Heimurinn og það sem að gerast í kringum okkur þannig að það fær huga okkar til að flögra frá einu til annars, jafnvel í miðri bæn. Og það finnst hverjum kristnum manni sárt að geta ekki haldið athyglinni í bæn til Guðs. En ég get hugga okkur öll á því að Guð veit þetta og hann fyrirgefur. Hann veit nákvæmlega hvernig öfl andstæð honum vilja fylla okkur vonleysi að við séum verðug fyrir ríki hans. Þegar Jesús sagði söguna úlfaldan og nálaraugað var hann spurður, hver getur þá orðið hólpinn? Og við getum spurt okkur sömu spurningar. Í Lúkasarguðspjalli svarar hann, það sem mönnum megn, það megnar Guð. Og í Matteusarguðspjalli orðar Jesús svarið svona, menn hafa engin ráð til þess, en Guði ekkert megn. Svo það ekki á okkar valdi. Ekkert verk getur greitt götuna til Guðs ríkis, ekkert nema náð Guðs. Og við sjálf erum meistarar í að rífa niður sjálfstraustið og segja okkur að við eigum ekki þessa náð skilið. Og það einmitt rétt. Við eigum hana ekki skilið. Lögmál heimsins að við þurfum að vinna fyrir öllum verðmætum og þegar sjálfstraustið lágt eigum við erfitt með að sjá verðmæti í okkur sjálfum og erfitt með að sjá að við erum verðmæt fyrir Guði. Guði sem veit allt og þekkir alla okkar galla. Kannski hafði spámaðurinn Míka svipaðar áhyggjur. Í lexíunni spyr hann, hvað á ég að koma með fram fyrir drottinn? Og hann telur upp hvaða fórnir gætu verið þóknanlegar Guði. En gefur okkur síðan svarið, maður, þér hefur verið sagt hvað gott og hvers drottinn væntir af þér. Og svarið þess eins að þú gerir rétt, ástundir kærleika og þjónir Guði í hógværð. Og það ekki samsvarandi tvöfalda kærleiksboðorðinu, elskaðu Guð og elskaðu náungan. Þannig þjónum við Guði. Í pistli dagsins vill Páll postuli vara hina ríku við að treysta fallvöltum auði. Hann skrifar til Tímóteusar að þeir skuli fremur treysta Guði sem sér okkur fyrir öllum nauðsynjum. Tímóteus skuli bjóða söfniðinum að gera gott, það verða ríkir af góðum verkum, örlátir, fúsir að miðla öðrum og með því safna þeir handa sjálfum sér fjársjóði sem góð undirstaða til hins ókomna og munu geta höndlað hið sanna líf. Hér aftur að finna hvatningu þess að gera gott. Páll hvatti ekki hina ríku til að gefa allan auðinn frá sér. Hann hvatti á þess að vera örlátir og fúsa til að miðla öðrum. Það að segja vera vakandi fyrir neyð náungans, þannig safni þeir fjársjóði á himnum. Hættulegasta snara hins ríka að auðurinn geti orðið að hjáguða dýrkun. Eins og hjá ríkamanninum í Guðspjallinu sem vildi stækka hlöðurnar en glataði sálinni. Í dæmisögunni talenturnar hægt að túlka áhrifaríka samlíkingu. Guð fær okkur auðmagn, kærleika trúarinnar, sem við eigum að ávaxta eins og góðir ráðsmenn. Auðmagnið tímabundið í okkar vörslu og við eigum að nota það til að efla Guðs ríki.
Og það gerum við með kærleika trúarinnar, kærleika til náungans. Þetta auðmagn erfist síðan til komandi kynslóða sem eiga einnig að ávaxta það í kærleika. En Guð á uppskeruna. Orðið talenta er stundum notað fyrir hæfileika. Öll höfum við hæfileika á einhverju sviði og við erum hvött til að nota þá, ávaxta þá í þágu Guðs ríkis. Jesús sagði, safnið ykkur fjársjóði á himnum, því hvar sem fjársjóður þinn mun hjarta þitt vera. Trúin er fjársjóðurinn sem við geymum í hjartanu. Guð horfir á hjartað og með trúna í hjartanu verðum við hinn dýrmæti fjársjóður Guðs á himnum. Við erum hluti af uppskerunni, því einhver sáði trúarfræðinu í hjarta okkar, Guð sá að einhver annar hlúði að því og vökvaði. Þema í dag er köllun í kærleika. Við erum öll kölluð til Guðs ríkis og Jesús kallar okkur í kærleika. Orð hans féll ekki alltaf í góðan jarðveg. Hann talaði aðeins sannleikann og sannleikunum er ekki alltaf vel tekið. Hann kom ekki til þess að dæma heiminn, heldur til þess að gefa okkur tækifæri til að rétta stefnuna á ríki Guðs. Hann kom til að segja okkur að þrátt fyrir alla okkar bresti og galla, þá erum við dýrmæt í augum Guðs og Guð vill ekki að neinn glatist. Eftir uppstigningu Jesú kom heilagur andi, hjálparinn, okkur til halds og traust. Með hans hjálp reynum við að standa stöðug. Hann gefur okkur styrk til að feta hinn mjóa veg, hjálpar okkur að varðveita trúna í hjartanu, því að Jesús sagði, sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þegar Guð talar fjársjóði, er hann ekki að hugsa gull, eðalsteina eða peninga, heldur sálir okkar. Við erum hans fullkomna sköpun. Hann veit að allar heimsins listisemdir toga í okkur, veit að lífsbaráttan tekur athyglina. Hann veit að allir lenda í mótlæti og að allir geti á einhverjum tímapunkti efast. En hann fyrirgefur það allt, því Guð er kærleiksríkur Guð. Og við erum hvött til að treysta honum frekar en fallvöldum auði heimsins. Við erum hvött til að gera gott, vera örlátt og vakandi fyrir neyð náungans. Í 1. Jóhannesarbréfi stendur, ef við elskum hvert annar, þá er Guð í okkur og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Og munum að hver sá sem ákallar nafn Drottins mun frelsast og sá er ríkur í augum Guðs sem að varðveitir orð hans. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, Amen.